Herðu, það eru gestir okkur farnir og nú sittum við hérna einir eftir, ég og Sigurjón Magnús, bróðir minn. Herðu, það stendur í prógraminu að við að tala pólitíkina. Það hérna, það kom könnun í vikunni frá Maskínu. Já. Og ég man ekki alveg hvort hún sé eitthvað svo mikið ólík Gallup sem hafði meldt hérna fylgið. Ég held það þó. Það var eitthvað svona smá. 29 hjá Gallup. Já, en það sem merkilegt að þessi ríkisstjórn sem er nú orðin eitthvað 150 daga gömul eða eitthvað, að hún heldur fylgið sínu. Já. Hún bætir það 1% frá kosningum. Já. Og það eiginlega þannig að sko það eru 6,6% sem að fara frá Flokki fólksins til Samfylkingarinnar. Já. Og svo bætir Viðreisn við sig 1%. En svo náttúrulega áhugavert að sko stjórnarandstaðan, að hún eiginlega í bölvuðu tjóni. Sjálfstæðisflokkur og Framsókn með sína verstu sögulegu útkomu í kosningum eru undir, svona rétt undir kjörfylgi. En miðflokkurinn sem við nú oft talað að hafi eiginlega tekið fórustuna í stjórnarandstöðunni, kannski það eru blandara núna en það var svona fram eftir ári. Bergþór Ólason hefur svona leitt stjórnarandstöðu. En þeir eru að tapa fylgi. Þeir eru mælast núna með, þeir voru með 12,1 en eru núna með 10,3. Þannig að vantar hjá þeim. Það er svona týnist frá þeim hægt og bítandi. Nei, þeir eru með 9,7 fyrir ekki. Þeir eru með 9,7. Sem sem sagt svona. Já, þeir eru búin að missa 2,4% stig. Í kjöraðstæði. Að leiða svona stjórnarandstöðuna að vera svona það afl sko sem að talar mest og gagnrýnir ríkisstjórnina. Og það bara bátt fyrir sko. Það eins og þau annarkvæmt velja þau vitlausu málin. Ég held að það sé dýrt fyrir stjórnarandstöðuna að leggja allas áherslu á veiðigjöldin, alveg sama hvað fórust af flokkarna telja að þeir skuldi stórútgerðinni. Það er eins og þau séu bara í vinnu hjá henni. Og ég held að þetta og semst óvinsældir þessa málflutnings og svo óvinsældir Sjálfstæðisflokksins sem að maður verður svo oft varðið þetta í umræðinni að ég held að hluti af sko fylgi Samfylkingarinnar og stuðningur í ríkisstjórnina sé sá að fólk bara guðs lifandi fegið að vera laust í Sjálfstæðisflokknum. Þú veist, ég held að sé bara rosalega sterk. Sko, ég held líka að sko í formannskjörinu þar, þá var þetta nánast 50-50. Það voru eiginlega jafnar. Hinn vinnur og sjónamun. Og þetta eru tvær fylkingar. Og ég held að flokkurinn eigi svolítið langt í land með að brúa bilið þarna milli. Mér sýnist það öllu. Og svo líka finnst mér sko varaformaðurflokksins Jens Garðar Helgason sem áður var formaður SFS beita sér svona fullharkalega í veiðigjaldamálinu vitandi sko fortíðans og þáttöku sem sagt fyrir SFS og hagsmuni útgerðarinnar. Það var Jóhannsson eða ekki sem var þingmaður Framsóknarflokksins, einn af vísissystkinunum í Grindavík. Hann sagðist bara að vera þingmaður útgerðarinnar. Og ég held að Jens Garðar eigi bara ekki að þetta slíkti sama. Það er ekki klókt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að stilla honum upp. Svona. Ég meina ef að Sjálfstæðisflokkurinn á einhvern möguleika á að jafna sig, getur vel verið að hann hafi það ekki. Að þá væri það líklega eitthvað svona tal sjálfstæðisstefnuna eins og þetta væri flokkur líka fyrir litla fyrirtækjaeigendur og allt þetta sem hún sækir. Það myndi halda flokkurinn myndi dvelja þar einhvern veginn til þess að reyna að finna oft verið að tala það, benda á það að nú vilja allir flokkar finna rætur sínar. Hver eru rætur Sjálfstæðisflokksins? Það er ekki niður í Borgartúni. Það frekar svona Sjálfstæðisflokkurinn þegar við vorum ungir. Það var Sjálfstæðisflokkurinn fjöldahreyfing með tengsl út í öll hverfin og formaður Kívanisklúbbsins og íþróttafélagsins og sjoppueigandi náttúrulega fikk ekki eitthvað sjoppu nema verið Sjálfstæðisflokkurum. Þeir voru allir í flokknum. En svona á tíma Bjarna þá hefur hann eiginlega farið alveg yfir því að verða bara málsvari viðskiptaráðs og SA. Þannig ég myndi halda að það væri verkefni Guðrúnar sem hins vegar var formaður samtaka iðnaðarins og varaformaður. Þau hafa bæði verið varaformenn SA. Báðir, sko, bæði formaðurinn og varaformaðurinn hafa verið varaformenn í SA.
En að því að það var svona mjótt á mununum, að það ekki samt gefið að sko blokkirnar haldast. Það ekki alveg gefið. Stundum þannig að ég meina hún vann og þó að það verið naumt að þá gefum við henni færi á að... Hún ekki nýtt það færi. Nei, annarkvort það. Eða að henni vilja það ekki. Nei, hún bara ekki nýtt það færi. Og mér finnst líka að hún verið sko, ef hún að blanda sér umræðu á þinginu, þá verður hún að fara það sem eru stæst og mestu mál. Ekki eitthvað dægurmál. Ekki karp eitthvað. Nei, sem formað þessa flokks, þessa gamla valdaflokks, þá á hún að gæta sín að velja sér vandlega hvenær hún fer í pontu og hvað hún segir. Já, en hvers konar formann vill sjálfstæðis flokksfólk? Ég meina, það hafa verið formin eins og Sjálfstæðisflokkur var alltaf rosa ánægður með Davíð Oddsson sem var einmitt í svona umræðum að spæla andstæðingana og sömuleyti fannst mér sko Bjarni vera að reyna að leika þann leik og fór honum ekki vel. Kannski hún að reyna með því að fara í bara mesta hasarinn að reyna að skora svona prik á því að láta það og hafa það og eitthvað svona. En þú ert að tala um að færi betra á því að væri svona landsföðulegri. Já, hún fór eitthvað Þorbjörgu Sigriði og nei, eða Hönnu Katrínu, ég man ekki hvort það. Jæja, kemur nú eitthvað gagnrýni og þá bara svarið sko formanni Sjálfstæðisflokksins væri nú svona þarfara bara að hlusta á það sem hefur verið að gera sér í þinginu en hún hefur verið fjarverandi því það er búið að ræða þetta mál hérna sko. Það taka sig svona sko, svona flengja sig. Það er alveg, hún ég er talað, hún að vanda þetta. Hún er með einhver aðstofninn sem það að segja henni hvenær hún átt fara í umræðu og hvenær ekki. Formaður gerir ekki sama óbreyttu þingmaður. Þú vilt hafa svona landsföðulegri formann? Já, ég hef ekki taka þátt í öllum dægurmálum, sko, en nóga þingmönnum í það. En svo er náttúrulega þetta nýjast af sjálfstæðismenn fögnuðu mikið þegar þau engu Jón Pétur Símsen til Alþingis og hann náði kjöri og hann sló í gegn þegar hann var að tala um áfasta plasttappa á gosflöskum sem hann sagði að drægi úr lífsvilja fólks. Svo núna ertu búin að nýjastu fréttin á honum? Já, ég hafði fréttin á Vísi sem var mestlesta fréttin í gær. Það þingmaður úðaði eyrnameðali fyrir hunda í kokið á sér. Já, hann vaknaði og hélt að vera kvefaður og fór fram úr rúminu og sá þessa túbu. Tók hana og úðaði upp. Úðaði upp í sig. Það geta gett mistök, sérstaklega á morgnana þegar þeir áður að setja upp gleraugun. Já, en maður er kvefa, tekur maður ekki bara fyrstu túpu sem maður finnur og húðar upp í sig. Og það erna með það fyrir hundin hans. En Sjálfstæðisflokkurinn er í einhverju svona... Framsóknarflokkurinn, þú hefur nú oft bent að það verði ekki friður í flokknum nema formaður í Víki. Nú er ekki eitthvað svona könnun og hann er ekki að skora feitt. Nei, það er bara eitthvað... ég man ekki hvað, þetta var bara mjög lítið. Mjög lítið hluti. 17% eitthvað sem að framsóknarmanna sem vildi hann áfram. Þetta er bara á að vera áfall fyrir mannin. Og ég tala nú ekki það sem ég hef sagt. Nei, en þetta er alveg, þetta er búið spil hjá manninu að sjá það allir. Hvað heldur hann átti sig ekki á því eða heldur, það var nú oft sagt til þess Bjarna að hann væri á leiðinni, að var eiginlega búinn að tæma alla pólitíska innleik sína, það byrði löngu áður en hann hætti. En þá var sagt að hann var að hanga á roðinu eins og þetta vegna þess að hann vildi stýra því hvert ekki við og hann var að leita lægi til þess að Þórdís Kolbrún geti tekið við. Svo beið hann alltaf lengi eftir því og þegar hann loks sætti þá einhvern veginn var hennar tími liðinn og hún bauð sig ekki fram. Heldurðu að Sigurður Ingi sé að reyna að stýra því hvert ekki við? Hann sé frekar vilji að nú er Willum náttúrulega komin í nýtt jobb, vilji ekki að Lilja taki við. Heldur það sé eitthvað svoleiðis? Það geti alveg verið, ég veit ekki hvernig hún var hjá okkur hérna og ég spurði hana hvað hún hefði skera og svona, ég er varaformaður. Já, hún hefur aldrei lengt metnaði sínum að vera formaður flokksins. Nei, hún svaraði ekki beint hérna. Nei, en ég meina alltaf gert ráð fyrir því að hún ef að væri formaðskjöra þá myndi hún fara fram. En Ásmundur Einar, hvað varð hann? Hann var að útskrifa
dóttur sína úr menntaskóla. Ég sá mynd af þeim hjónum og stúlkunni. Óskum til hamingju með það. En ég veit ekki hvort að hann eigi einhverja pólitíska inneign og hvort hann eigi afturkvæmt. Hann átti mjög mikla inneign þarna á tímabili, en hún einhvern veginn tæmdist þegar það fór að víða kosningum. Hann mældist með vinsalisti eða sá ráðherra sem að flestir báru traust til og skora þar yfir Katrínu Jakobsdóttur á hennar góða tíma. Eða þú veist ekki kannski á hennar besta tíma, en svona á góðum tíma, þá var Ásmundur Einar og einu sinni var Lilja líka og einu sinni var Willumur. Þannig að Framsóknarflokkurinn hefur átt stjórnmálafólk sem hefur svona náð út fyrir raðir flokksins. Ætti að geta valið sér formann. Já. En Miðflokkurinn, hann sá sem að hefur hvað að segja, notið sín best í stjórnarandstöðu. En þeir eru bara ekki að skora. Nei, alls ekki, Alls ekki. Og ég veit ekki, hvað veldur það. Þetta er náttúrulega þau verið að finna bara sökinni hjá sjálfu sér, þegar það var áhyggjur af þessu. Að þau hafa verið þarna virk svolítið úr flokknum, náttúrulega Snorri Másson, Þorsteinn Sæmundsson sem situr á þingi núna. Já. Og Ingibjörg Davíðsdóttir. Og þetta er fólk sem hefur verið svolítið það sem ég hef verið að horfa á sjónvarpið, svona svolítið áberandi. En ég veit ekki, ég sé engan svona, ef að Lilja hefði ekki fallið að þingi, þá var hún náttúrulega sjálfkjörin, Ég þekki ekki. Stundum er eitthvað svona ágreiningur inn í flokkun sem við sem eru fyrir utan sjáum ekki. Þannig að stundum er svona halmannarómur að einhver sé svona með sterkastöðina flokksins og reynist það bara ekki að vera, Já. Herðu, en það eru þarna flokkarnir sem ekki, að því að talnaglöggir áorður hafa átt að segja því að við vorum að tala um að ríkisstjórnin hefði bara bætt við sig 1% en stjórnarandstaðan tapað rúmlega 4. Munurinn sá að þeir flokkar sem ekki náðu inn á þing, sem eru sósíalistar, Píratar og VG, að þeir hafa bætt við sig tæpum 4% frá kosningum. Ég veit ekki. Píratar eru á línunni núna 5%. Já, þeir voru með Píratar, þeir eru með 4,6. Sem er mesta sem það fengir. Já, frá kosningum. Sósíalistar með 5 og VG með 3,6. Ég tók þetta einhvern tíma saman af því að það búið að vera svona opinber ágreiningur inn í Sósíalistaflokknum. Byrjaði í febrúar. Þá mældist hann Sósíalistaflokkurinn með 6% á Gallup og 5,5% hjá Maskínu og 13% þegar það var spurt borgina. En svona síðustu kannanir eru þá vera svona aðeins undir 5% hjá Gallup. Það kemur reynda í næstu viku sem er að mæla alla þennan mánuð sem er ekki mæling á svona nýrri fórustu Sósíalistaflokksins, það kemur ekki fyrir eftir mánuð. Og svo rúmlega 8% í borginni, þannig að það er augljóst að þetta hefur einhver áhrif haft og ég held þetta hafi líka haft áhrif á því að það svona er aðeins að braggast VG og Píratar, af því að þeir sem einhvern veginn líst ekki á þessi læti kringu sósíalistar eru svona, af því að eins og við vitna hérna í kosningarannsóknir, þetta er mjög keimlíkir kjósendahópar, þótt að flokkarnir séu kannski ólíkir valkostir. Þetta eru sömu mið. Já. Herðu, er þetta ekki bara fín yfir pólitíkina? Jú, þetta er bara mjög snjallt hjá okkur. Herðu. Þetta er búin að sérstakur þáttur og... Já, bara fín, mjög kröftugar og innihaldslíkar umræður sem hafa verið hérna. Herðu, við þakkum gestunum sem hafa enga komið og Laufey Linda Lólasdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafi verið að hlusta og horfa. Þið hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun og það er það sem þetta snýst hérna á samstöðunni. Við bjóðum hérna fólki í heimsókn og spjöllum við samfélagið og heiminn og pólitíkina og alls konar hluti. En það eru þið sem að breyti þessu í fjölmiðlum og það sem meira sem ég hef oft bent á að þið hafi byggt upp dreifinettið því að dreifinett samstöðunni hefur bara byggst upp af góðri afspurn. Fólk hefur talað efnið hérna og þá fer fólk að leita að því og þið getur bent á að það má finna það á Facebook, við erum þar undir nafni samstöðunnar, á YouTube undir nafni samstöðunnar, við erum á öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðunnar, þá fáið alla þættina, en svo líka undir einstöku þáttum. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu.
sem alveg frá sunnanverðu Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörðu upp að Litlu kaffistofu út á Reykjanes þá. En það má líka sækja þar útsendingar á spilarann sem svolítið sniðugt fyrirbrigði. Það er spilari.is á netinu og það má líka hlaða niður spilaranum í símann og þá getið hlustað á samstöðuna af allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net á annað borð. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill, ég veit ekki. Það er að fara að kanna það, hvort að önnur fjarskiptafyrirtæki vilja bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta borð hér í þættinum Synir Egils og líka við Rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðurinnar. En það sem hefur drifið samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir eru núna á 1700 talsins bráðum. Það gefur okkur fé til þess að halda úti þessari umræðu sem hér er og byggja hana upp. Það er langur vegur sem að samstöðunni farið, hún byrjaði eiginlega á engu en er núna orðin ansi öflugur umræðu vettvangur. Ég held að við framleiðum hér miklu meira efni, miklu meiri samfélagsumræðu heldur en allar útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar gera. Ef þú vilt leggja þessu lið og telur samstöð vera mikilvæg í íslensku samfélagi, þá er mjög mikilvægt sem er mjög mikilvægt, að þá getur þú farið inn á samstöð.is, þar hnappur sem stendur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir áskrift sem er 2750 krónur sem grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er orðið gott í bili, njótið þess sem eftir helginni, við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, þá er Rauðaborðið.